Góðan daginn. Við erum mætt á staðinn sem við höfum verið á áður og stillum þessu upp svona eftir þörfum og reynir svo að gera eitthvað gott úr öllu saman. Og það er auðvitað guðsorðið, þegar þessi er mættur þá er eitthvað guðsorð í gangi. Og þú ert nú farin að þekkja þetta. Og það er alltaf eitthvað sem hann hefur mál að segja og við sum allavega sækjustum í að vera undir og höfum ekki beðið af neitt tjón að þeirri ferð hingað til og ég held að svo verði áfram. Þetta snýst nú svolítið hvað ég vill. Hvort ég nenni þessu lengur og ég nenni þessu alveg lengur og er ekkert að baki dottinn og hvert á ég að fara, segðu mig það, kannski fer ég það. En ég held þú hafi nú enga betri leið heldur en þessa sem að drottinn valdi fyrir mig. Og hann er öruggur, hann er traustur, hann er góður og gerir allt vel sem hann gerir og er því fyrirmyndin mín og þín sama. Hann vill að við hermum eftir sér að sumu leyti. Enginn okkar er Guð, en við getum alveg hermt sumt eftir honum. Til að mynda að vera þessi vandvirka manneskja, umgengnisgóða manneskja og stillta manneskja. Hann getur alveg komið þessu í kring hjá okkur og ég veit svo sem engan sem ekki vill þetta en sumir eiga kannski basli með þetta. Ef að svoleiðis er í stakkin búið, hvort sem er hjá mér eða þér, þá er bara verk að vinna, minn kæri. Og ef ég vil ekki vinna þetta verk, þá ætlar þú auðvitað að gera það fyrir mig. En ég veit að þú getur það ekki. Þannig það er tómt mál að vera að tala um það. Það er alveg ljóst af þessu að við þurfum að gera sumt sjálf og gera það án, þannig séð nokkurra hjálpar. Hjálpar, já. Við þurfum að gera þetta kannski mest allt ein. Það er allt í lagi. Fyrst erum við náttúrulega átt okkur á og vakna af að sumt mætti nú komið í laga. Það er svona fyrsta skrifið. En ef við sjáum aldrei neitt að, þá er náttúrulega ekki til að laga. Og gömlu taktarnir og gömlu kækirnir og allt þetta bara viðhelst og verður áfram í óbreyttri mynd. Sem er kannski ekki alveg ásættanleg staða því að einhverjir, sumir hafa nú hingað til sett svo lítið út á þetta við þig og eða konnannan. Og þú hefur nú séð kannski líka að sumt mætti nú alveg vera í betra fari hjá þér. Það vantar bara átakið í að gera verkið. Nú er rétt stund til þess að hefjast handa við það. Og þannig er það nú bara með þetta blessaða líf okkar. Að allir geta nú aðeins eitthvað örlítið lagfært sjálfan sig til að bara vera betri manneskjur. Góð manneskja, ég held að henni líði nú miklu betri heldur en manneskja sem er kannski illskeytt og illvíg. Hún veit að því að hún er þetta, en ræður ekki við sig að því hún fer aldrei í verkið. Hvað voru að tala? Veit það ekki. Maður það ekki. Við finnum okkur bara nýtt efni þá, ef við koksuðum að þessu. En ég veit allavega að þetta er staðurinn sem að þessi talar Guð á. Og ég hef nú hingað til ekki haft neinar áhyggjur af því hvað segja skuli því að hann bara sér þetta. Og vilja hann fara í einhverja nýja átt með
samtali þá bara gerir hann það og ég fylgi. Og þú ætlar að fylgja með. Ef þú ætlar að horfa þá verður að fylgja með. Það nú bara þannig. Ég veit ekki með þig, ég veit ekki með trú þína. En ég hef búin að þekkja lifandi Guð síðan 1989 og þá svo kallað frelsaðist ég. Og ég sagði mömmu mínar blessuð sé minning hennar. Æja mamma mín, nú ég orðin alveg skrýtin eins og hann. Það var einn þarna frænd okkar sem var trúar lengi í mörg ár áður en ég komst til trúar. Þá sagði mamma, ég vil ekki að það gert svona eins skrýtin og hann. Ég hélt nú samt áfram að vera skrýtin og hann og óbyggilega jafn skrýtin og hann í dag. En þetta var mikill gæðadrengur, því get ég lofað þér. Og við vorum svolítið saman fyrstu, árin, en reyndar ekki lengur, ekki kannski fyrstu 2-3 árin og við vorum að fara á samkomur saman, ekki í þessa hvítastundu kirkjur, hann vildi ekki, þannig að það var bara allt í lagi með það og hann var þjóðkirkjumaður fram í Fingugóma og sótti samkomur þar, kirkjumessurnar þar og var svo tilheyrandi þessum hópi. Þetta var nokkuð stór hópur. Eitthvað kölluðu þeir sig, en ég man ekki alveg hvaða nafn var á þeim. En þetta voru einhverjir tugir manna sem voru að koma og lofa Guð, bara eins og við gerum í dag. Og ég man að ég sagði, og ég hef nú svo sem oft sagt það, að hér vill ég vera. Ég var heillaður af fólkinu þetta innan geðsalapa, en einkum og sérilagi því sem það var að gera. Og það sem eiginlega vakti mig upp var þessi stilling. Ég man eftir því að þegar ég fór, þá sagði ég sjálf, þetta ekki hægt. Og að svona stór hópur af mönnum og það var enginn að þrasa og rífast. Það var þetta sem ég tók eftir. Var náttúrulega orðin alveg hrikalega þreyttur á, þú getur rétt trúað því, ímyndið þér það. En þarna svo ég allt annað. Þarna voru menn bara saman. Vinir. Kærleikur. Og þetta var til þess að ég bara tók ákvörðun og sagði, hér vil ég vera. Þetta var nú svolítið, kannski til að byrja með ekkert rosalega merkilega ákvörðun, en hún seinna varð hún það. Þetta alveg skýrt merki til mín og þín það að við verðum að velja. Og ég valdi þetta, ég man það. Hér vil ég vera, þetta nú svolítið sterk yfirlýsing. Og hún hefur alveg fyllt mér. Þetta var sem sagt vorið, frekar sumarið, árið eitthvað. Og þetta ennþá allt saman í gildi. 2026 í mars þetta ennþá allt saman í gildi og hefur aldrei veiklast. Ég hef aldrei efast neitt Drottinn. Aldrei. Ég hef alltaf fengið það sem hann hefur ætlað mér að fá. Og svo hefur hann alltaf fært mig. Ég fært í fang mitt störf, já. Og þetta eitt starfana sem að ég gegni. Hann setti mig og okkur sem að fyrir fram að myndavél og kannski ekki algjörlega út í bláinn að hann skildi hafa gert það því að þegar ég var ungur hvenær byrjaði ég með myndavélina. Það var fyrir tvítugt. Ætli ekki verið 15-16 ára þegar ég eignast mína fyrstu 8 mm kvikmyndavél. Það var svona byrjunin.
og ég var náttúrulega að taka myndir þar af öllu og engu og allt eins og gengur og gerist og svo reynsla ég fór aldrei og lærði aldrei neitt í kvikmyndum og það var nú kannski mistök að hafa ekki gert það. Þannig að ég var alltaf að bara þreifa mig áfram með þetta, notaði filmurnar sem ég var að taka, voru litla filmur, þú mást hvernig þetta 8 mm filmur voru, eða það eru náttúrulega þetta gamalt sko, og séð að þú ert að horfa á gamlan kall. Þetta voru 3 mínútna spólur. Það var nú samt alveg hægt að tróða á þetta endalaust efni fannst manni. Ok, allt í lagi með það. En á þessum tíma lærði ég hvernig á að beita myndavél. Og ég veit að núna, kannski veist það ekki núna því þú ert að byrja, farðu hægt með hana þú ert að hreyfa hana. Ekki að setja bara allt í botn og ding, 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 ding. Það kemur ekki vel út í mynd, skal ég segja. Og þetta var eitt af því sem ég lærði. Og notfærði mér auðvitað, og vildi gera þetta vel. En síðan legg ég þetta frá mér. Síðan náttúrulega eftir því að ég var að sjó á þessum tíma á svolítið af sjómyndum og síðan þetta eftir því að ég hef ekki tekið meira upp þar en að ég vissi ekki að tala um það. En svo legg ég hana frá mér og held áfram á sjó í einhver ár og þar voru engar myndir teknar. Ég var lítið að taka ljósmyndir, eiginlega ég held ég engar ljósmyndir tekið á sjónum. Og svo líður tíminn og ég er löngu orðinn frelsaður maður og búinn að vera hjá þessu fólki sem ég sagði hér vil ég vera. Og kominn austur á land með Guð minn. Mér til halds og trausts og það var rosalega góður skóli fyrir mig í trúarlegu tilliti. Þannig að ég veit að ég get þakkað fyrir margt. Ég veit ekki með þig og þannig hund og hana með allt. En ég get þakkað fyrir mjög margt. Og maður náttúrulega, ég vissi alltaf að hann sendi mig austur. Ég var heima, held ég á mömmu, og kom nú alltaf þangað annarslagið. Og er að fletta í dagblaðinu, sem þá kom út, kemur það genn út, eða eitthvað, já ég maður, ég skilur ekki máli. Við vorum áskrifafundur á því. Og eins og ég sagði, eins og sagt frá þess áður, að þar var verið að, í Neskustad var verið að moka inn pólverum. Þannig kom það til mín. Það er að moka þangað inn pólverum, já. Og ég lagði hausinn í bleyti, fisk á hausinn í bleyti, það hefur aldrei farið mjög vel, en það fór ágætlega þarna. Ég segi nú því að pólverarnir eru að fá vinnu alveg villi vekk. Það hlýtur nú einn úr Hafnarfirði að fá vinnu. Og þetta var til þess að ég sendi inn auglýsingu í Mokka, nei það var í Djefa, það var aðal auglýsingablaðið. Þar sem að ég var innan við 40 þegar þetta var að þetta gamall maður óskaði eftir húsnæði og vinnu í Neskustad. Þá líður á viður og enginn kom hringingin. Og ég er eiginlega búinn að leggja þetta frá mér og það ætlar ekkert að verða neitt úr þessu og þá hringi síminn. Hinum megin á línni er kona. Hún spyr mig hvort ég hafi verið að auglýsa þessu auglýsingu fyrir þetta morgun síðan. Já, það passar. Ertu búinn að fá það? Nei, ég er með húshandaðir. Hús, ég hef ekkert að gera hús. Þetta er lítið hús bara. Fínt fyrir einn kall. Og svo kemur verðið, það var nú bara mjög gott. Þannig að ég slæ til. Tek húsið. Hitti þess ágætu konu, gerir samning og fer út með lykla. Þannig að sang mín var þar með uppreitt hvað þetta varðar. Þannig að ég segi náttúrulega upp herbygginu mínu, sem ég var með, lítið herbyggi, pakka öllu mínu saman
panta hjá Ríkiskip, það var þá undir búslóðina mína sem var í litlum gámi. Hún var nú ekki mikil en þó allt og mikil. Og ég flýg austur með flugfélag Íslands, það ekki? Jú. Og lendi á Egilsstaðaflugvelli og þar hitti ég þessa ágætu konu. Hún var í hjólastól, orðin öldruð. Og ég sé að fyrsta sem ég sé að það er líkill sem hún veifar framan í mig. Og það er að keyra hann í hjólastólnum og ég stil lykilinn í hendina á henni dinglandi. Þannig að ég vissi hver þetta var. Við heilsustum náttúrulega, við virtum og ég fer burt með lykilinn, stakk honum í vasann og tekur útuna yfir á Neskaupstað. En ég hef aldrei séð þessa konu, hvorki fyrir eða seinna, en ég þetta fólk aftur, ágætis fólk. Og þarna var ég í nokkur ár. Ég man alltaf eftir því, ég vissi alltaf að Guð var með mér. Og ég vissi alltaf að hann útvegaði mér þetta hús. Og ég held svona eftir á hyggja, hann hafi ætlað mér alltaf að vera þar, en ég var ekki alveg að líða því. Svona eftir á hyggja þá er ég alveg viss að hann ætlaði mér að vera þar, því hann ætlaði mér ekkert að rótfestast þarna, en það var einmitt það sem ég var á leiðinni til að gera. Að rótfesta mig í Neskaupstað. Ég kunni vel við mig þar. En síðan kemur Losá eftir nokkur ár. Og þessi pakkar aftur dótinu sínu svo litlu meira og setur í skip. Sama Ríkiskip held ég. Ríkiskip var ennþá á ströndinni að söknuður að því að þeir séu ekki það lengur. Og það var heilmikil búbótir í landsbyggðinni að vera með það. En svona er þetta. Og ég fer aftur, já þá var ég komin í bíl, já, lötudruslu, sem ég átti nokkuð lengi eftir að ég kom. Og ég kenni maður suður og gisti hann einhvers staðar rétti á Hornafirði, man ekki hvað þetta heitir, einhver hótel þar held ég. Og tek svo lokakafla daginn eftir. Hann var flottur á því. Hann nennti ekki að keyra þetta í einni rykklótu og ákvað að skipta lótunni í tvennt, og það var gott. Og enn er Guð með, það sjálfsögðu. Ég var trúaður í Neskaupstað upp á hvert allan tíman. Og Neskaupstaður var fyrir mér að mörgu leyti mjög góður staður og í trúarlegu tilliti líka því að sennilega hef ég aldrei lært eins mikið Guð og upp úr Biblíunni og þá þegar ég var bara í þessu, ég raun og veru. Ég var náttúrulega að vinna hjá Síldarvinnslunni, fínn vinnustaður, var þar í nokkur ár. Og svo þegar maður var heima þá var maður að dúlla sér í Biblíunni og svona einu og öðru. Þannig að mér leiddist ekki neitt. En þarna var sem sagt að þessu að endir kom þarna og ég var að segja ykkur frá því að ég fór suður. Þetta er árið 1999. Sumarið, ég man ekki hvernig það var. Haustið, nei, ég held að hann verið sumarið. Og ég byrjaði að vinna þar í fiski. Ég var bara í fiskinum, var alltaf í fiskinum og það var fiskverkun upp á Holti í Hafnarfirði. Já, ég kom vorið og ég er þar í nokkra mánuði. Í þessari fiskvinnslu, það var mjög fínt að vinna þar. Og svo háttar hann til að fara allir í sumarfrí í sama tíma í ágúst held ég að það verið. Og í sumarfríinu, eða áður við fórum í sumarfríið, já í sumarfríinu, þá fá allir uppsagnarbréf. Átt að loka staðnum. Og ég klóraði mér í hausnum og hvað ég nú að gera?
En Guð hafði svarið. Og veistu hvað svar hann gaf mér? Hann benti mér á hurð. Þarna fyrir innan sagði hann, kirkjan mín. Ok, mér leist nú ekki illa á það. Og ég opnaði þessa hurð. Hún lokaðist að baki mér. Þetta var sem sagt 1999. Og strangt til tekið ykkur að segja, hef ég verið í kirkjunni til dagsins í dag, 2026 í mars. Þannig að þetta er orðin alllangur tími. En samt eitt örskot svona í minningunni. Þetta er búið að vera mjög, rústur samar, kjaftaði náttúrulega. Mjög gjöfull tími fyrir mig. Mjög góður og gjöfull tími fyrir mig. Og vöxturinn náttúrulega í trúnni hefur náttúrulega margfaldast. Og það er svo merkilegt. Nei, það er raunverulega ekkert merkilegt. En ég er ennþá jafn áhugasamur Jesú Krist, Biblíuna, orð Guðs og allt í kringu það og ég hef alltaf verið. Þessi ára var náttúrulega búið að ganga á ýmiss konar. Að þá hefur það í raun og veru, og ég þakkláttur fyrir það, styrkt mig. Ekki dregið upp skeifu og skugga út allt, nei, það hefur styrkt mig. Vegna þess að ég fylgi Kristi. Ég fylgi ekki þessari vitleysu. En þó ég fylgi Kristi, þá er ég innan ákveðnar aðstæður og það getur allt gerst í þeim. Samt fylgi ég Kristi. Hann var alveg brugðist þarna á maður. Ég hef aldrei verið þar. Af því að allt í kringum mig eru menn og konur. Þær eru bara eins og þær eru. Mislindar eins og ég sjálfur. Og það má ekki ráða trúnni, það er alveg ljóst. Hvernig sem allt fer og snýst, þá býr Kristur í hjartanu mínu. Og þar hefur maður aldrei merkt neina breytingu. Þar hefur maður alltaf horft í augu við sama Krist og maður kynntist 1989. Hann er óbreyttur. Þannig að það er ekki ástæðan fyrir því þó að svona gangi misjafnlega hjá manni. Veistu af hverju það er? Ég veit þú trúir því ekki, en það er vegna þess að við erum mjög veiklundað fólk. Þú veiklundaður, ég ræði við alla. Þú ræður ekki við alla. Þú getur verið öflugur og sterkur og allt og það, en þú ræður ekki við alla. Veistu hver er versti andstæðingur þinn? Farðu í spegil og þú veist hver hann er. Já, hann heitir sama nafni og þú og hann hefur meira að segja sömu kennitölu og býr á sama stað. Hann er nefnilega villingurinn í hópnum. Hann er sá sem er vestur viðuregnar. Hann er sá sem fer í Rúllandi. Hann er sá sem flýgur með fjöllum að gleði og svo framvegis og allt þarna á milli. Já, sér það í speglinu. Þannig að það er nú ekki lengra fyrir því að fara til að leita góðum manni eða slæmum en þetta. En þarna er ein hliðin á manni. Þetta er bara ein hliðin á manni. Stundum er hann allt annað en þetta. Á er hann alveg besti kall. Þessi vít náungi maður. En það er engin vít náungi í vondaskapinu sínu og í hurðaskellunum. Að vísu þekki ég nú fáa hurðaskella og ég heyrði hurðaskellun ekkert langt síðan. Man ekki hvað það var og ég segi, vá maður, hvað langt sér að mér að heyrt þetta? Man er ekkert mikið að skella hurðum. Þessi gerði það í svona bara var vondur. Man ekki hver þetta var. Það var eitthvað stórmennið.
kannski ykkur alveg einstaklega góður vin minn, ef þetta sneri ekkert að mér. Man bara, ég heyrði þennan skell og ég sagði, vá, þetta ennþá til. Þetta orðið mjög sjaldgæft. Hér á yngri árum, þá heyrði maður þetta oft. Heima var stór hópur krökkum og það var alltaf einhver í fílu eða alltaf annars lagið og þá var skellt hörðum. Og svo framvegis. En öll hefur við nú þroskast og allir þessi systkinahópur minn, þetta er alltaf verið ágætis fólk. Hefur bara komið sér vel og gengið mjög vel og maður getur verið þakklátur fyrir þetta og ég er það. Þetta er allt mesta prýðis fólk og afkomendur þessara einstaklinga er líka alveg prýðis fólk. Þannig að ættin mín í þessar áttir og það sem ég þekki til er allt saman bara prýðis fólk. Ég þekki minna föðurættina en þekki meira móðurættina og þar sé ég ekkert nema bara prýðis fólk. Ég held að sé alveg að fara með rétt mál. Ég veit ekki með þig. Kannski getur þú bara sagt sömu sögu og þá erum við bara tökust við í hendur og óskum hver öðrum gæfu og gengis áfram. En ég gekk með Guði alveg frá því, sumarið 89, eins og ég oft talaði Og áratugum seinna hefur þessi aldeilis styrkst í trúnni og aldeilis ekki veiklast. Akkur að veiklast. Þegar maður viðurkennir fyrir sjálfum sér að þetta sé það besta sem fyrir mann hafi komið. Það verður náttúrulega alveg hrikaleg heimska. En við Hafnfirðingarnir erum nú ekki heimsfólk, heldur hyggjufólk. Og hyggjufólk, hvað, sér alltaf ljósið. Það skín alltaf ljós af öllu. Og svo kemur trúin. Það gengur bara mjög vel að sjá ljósið. Það kan náttúrulega gerist alls konar. En gerist líka að þú sérð alveg ljósið. Já, það skín ennþá. Ljósið hefur aldrei farið neitt. En hvert fórst þú? Í stormi norður eftir? Já, ennþá meiri stormi suður eftir? Hvað ertu í dag? Kannski ertu aftur bara komið tilbaka, upplyftum höndum, lofandi Drottinn. Sveiflur fram og tilbaka, en svo endum við alltaf á besta staðanum og veist af hverju við endum alltaf á besta staðanum? Við þekkjum hann. Og segjum, við erum búin að vera að berjast við okkur sjálf svo lengi, ég vil fara aftur þar sem ég var. Það var miklu betra. Þetta er eins og við erum svolítið þarna og Biblían er svakalega flott kennslutæki. Við munum eftir týnda syninum. Hann ætti nú ekki að vera lengur hjá þessum pappa sínum, það var ekkert að vera þar, nema leiðindi. Og hér tekur arfinn sinn með sér, merkilegt með það. Þetta segir okkur það að hann hefur átt alveg mjög góðan pappa. Ég hugsa að sé engin pappi sem að tæki þetta í mála ef ég kem til pappi, ég vil ekki vera þarna lengur, geðu mér arfinn minn, það er bara út. En þessi pappi var ekki svoleiðis pappi. Hann lét hann hafa. Hann fer, rosa gaman. Svo fyrir nú að sólin að setjast yfir allt saman. Bara hverfur allt. Miðlíðin náttúrulega löngu farnir. Hann orðinn einn þarna, veit ekki hvað hann ást að gera. Komið neðst. Var hann að eta drafið sem svínin út. Og þar. Þarna vaknaði hann. Hversu mikið þú og ég þurfum til að vakna veit ég ekki, en þessi þurfti rosalega mikið.
En þarna vaknaði hann. Sagði, ég vil fara aftur, hverfa aftur til föður míns. Ég hef ekkert og það gefur mér engin neitt. En mér að segja daglaunamennirnir hafa nóg að víta og brenna. Þannig að hann fer raunverulega tilbúin til að taka að sér hvaða verk til þess að koma sér aftur inn í öryggið. Kannski fyrst og fremst í fæðu öryggið. Hann var nefnilega ekki alveg að handla að vera svona fyrir utan allt sem var hjá föður hans. Hann var ekki að handla það. Og ég skil það vel. Og hann býr þessa flottu sögu, ætlaði nú að bræða pappa sinn með henni. Sem segir mér það, hann þekkti ekki föður sinn mjög vel. Hann vissi aldrei af því, ég vissi af því kannski þarna eftir á að pappa fór upp á einhvern hólun og skimaði þetta stráknum. Aldrei sá hann. Nema, hann er að koma. Og náttúrulega vera miklu fagnaðarfundir þegar týndistjórinn er komin heim og hann bara blæsti lúðum og veislu og það er gerð veisla og svo kemur eldri sonurinn. Það var ekki alveg á sama stað. Hvað ertu að gera? Hann kemur þessi ræfill. Við höfum sannlega sagt engi hérna. Og bara heldur svoleiðis veislu að annars hefur ekki sést. Það ætla að kallinn var orðið vitlaus. En þá segir hann þetta. Sonur þinn, bróðinn sem var dauður er nú lifnaður. Hann sá þetta svona. Og strákurinn er alveg svoleiðis í rúllandi, komin í tvöfalda fílu. Hann segir hún bara, verðum ekki að þessum stælum og farðu bara inn og skelltu þér í teitið. Þannig að hann vildi það ekki. Við þekkjum þetta. Þetta er maðurinn. Jafnvel trúaður maður getur dottið í Írlandi. En faðirinn var greinilega ekki þarna. Hann sá að einn sem var dauður er lifnaður. Það gladdi hann. Hvað gleður þig? Þetta ekki, gleður þig nokkuð. Það getur verið langt djúpt á því. En hérna, ef ekki að segja, hvað er ég búinn að tala lengi? Ég gleymdi að taka tímann, ég gleymdi bara, segi það bara. Og hérna, ég held ég sé búinn að tala, þetta allt of lengi, en ég held ég sé búinn að tala tímann minn. En hvað er núna, og Konráð býður að þetta haldi áfram, eitthvað svona. Já, og sérstaklega þegar þú ætlar að biðja alveg sérstaklega fyrir því. En við sjáumst örugglega seinna.